Love Island All Stars. Season 2. Sería 2, já, Vetraserían. Vetraserían. Gaman að vera með Love Island núna í vetur, sko. Og verður það núna alltaf bara All Stars? Hversu margir eru svona eftir sem eru til í þetta? Nei, það getur ekki verið það margir, sko. Mér finnst bara, já, það er smá svona scrapping núna, sko. Ég var að segja Superman grunn núna, sko. Já, það er bara fólk að segja seríu. Ég veit að, við erum alveg að fara yfir þetta, ég er ekki alveg, sko, ef þið er ekki að fylgjast með Love Island, sko, bara fyrir ykkur sem kveikt á þessu þætti er eitthvað, ég slakka á alltaf sem það segur, við erum að tala frá með síðasta föstudag, Já, þáttum. Veistu það númer hvað það er, eða? Var það ekki númer 11? Minni það. Þannig að þeir sem eru ekki komin þangað, þá getið þið kannski stoppað, klára frekar þættina og eitthvað svoleiðis. Komið aftur. Ég held að Unseen Bits á laugardaginn það hefur verið 13, þetta er sem sagt 1. til 12. þáttur. Já. Það er það sem við erum að ræða. 1. til 12. Það ætti nú að vera up to date og þú veist, ég meina, annars er örgulega samfélagsmiðlarnir búin að spoila þetta fyrir hvort þið er. Það hlýtur eiginlega að vera. Það er alveg magna hvað sem fólk er svona gott að skrolla fram í þessu, sko. Já, það er alveg magna hvað sem eru ekkert að fá spoila, sko. Sérstaklega líka með All Stars, að því að við erum fans af Love Island, við erum alveg að followa mikið af þessum liði. Já. Og followa Love Island. Já. Þannig að það kemur bara allt upp hjá manni strax. Já, einmitt. Það er líka bara allt eins og Unseen Bits kom hann daginn, bara daginn eftir, þá var allt Unseen Bits komið inn á TikTok. Já. Bara svona. Já. Það, þú veist. Ég horfa ekki á Unseen Bits, eða þú veist, ég gera örsjaldan svona, því ég hef ekkert annað til þess að hafa gangið með í mála mig kannski, en annars er ég er ekki svona, ég horfa þetta í kvöld. Er þú þannig? Nei, ekki á laugardögum. Nei, þú veist, ég tala bara svona. Ég horfa á þetta daginn eftir. Ég horfa, ok. Það er eiginlega andurs skemmtilegar þættir heldur en hinir. Ég trúi, sko. Það er bara all the funny bits. Já, ég trúi, sko, en það er alveg næst svona að taka sér pásu einn dag. Já, klálega. En já, það er hvað er þetta langt, veistu það núna? Er þetta 6 vikur? Ég veit það ekki. Er það kannski að styttra heldur en hitt, því þið er ekki með Casa Amor og eitthvað þessu? Já, þess vegna, sko, er ekki venjuleg sería 3 mánuðir. 8 vikur. Já, það. 2,5. Já. Mánuðir. Nei, 8 vikur og 2 mánuðir. Já. Er ykkur 2 mánuðir? Já, ég held það. Það er frá júní til ágúst. Er það svo lengi? Já, kannski júní byrjun ágúst, ég veit ekki. How long is Love Island? Við ætlum að vita þetta 100 ára. Hvað er að okkur? Við erum alveg já. Út að aka Gullfiska. Sko, Gullfiska minni. Já, tala að typically er það 8 weeks, já. Já. Nei, ok, já. Þessi All Stars verður 8 vikur. Já, typically, en það er ekki Casa Amor, þannig að final will be a little bit sooner than expected. Já, það er aðeins minna núna. Já. Það var, senast það voru bara, þetta búið. Já, All Stars var alveg stutt, sko. Já, líka færri bombshells kannski þetta sendi inn og minna svona einmitt. Casa Amor ekki. En að því að Casa Amor er ekki, þá þarf eitthvað meira umfí. Sammála. Var film, movie night líka? Já. Ok. Það er alltaf skemmtilegast. Já, mér minnir að það hefur nú verið. Já. Var það ekki? Jú, það lítur að vera. Það kom oft þá svona hluti sem að þeir kannski köttuðu ekki inn í, skilur. Sem kannski eins og með, það er náttúrulega róa drama hvort að Ronnie hafi sagt þetta með Harriet, með að vera sjómanns. Og það er ekki í þáttunum. Nei. Kannski samt sagði hann þetta. Já, við allan erum ekki búin að fá að sjá það. Þannig að maður veit ekki hver að ljúga. Einmitt. Það er alveg, já. Það er þú líka alltaf roll the tapes, þannig að ég heldur sér öll waiting for movie night, sko. Ángríns, þú líka bara kannar ekki eitthvað að segja. I remember. Já, I remember, hún var ekki eins og náma. Það var fólk ekki viti. Mjög gott, sko. Ég verði að drekka hérna, ætla að fá mig smá happy hydrate. Jöp, me too. Passum okkur að vera ekki að hrista brúsan. Kæmt og mikið. Nei, núna, sko. Já, ángríns. Núna, sko, er ég alltaf að pæla, þú veist, hvað allt er langt, af því ég tel alltaf hvað er langt í baby. Þú veist, í vikum, þannig að, þú veist, þessi sería klárast áður en eitthvað spad. Já. Crazy. Hvað er langt í að eitthvað spad? Náttúrulega, þú veist... Þú veist, vikulega séð? Svona sirka. Það er meira 6 vikur. 7 vikur. Er bara 7? Já. Vá. En þú veist, en við erum komin inn í þátt, við erum alveg komin á viku 2, 3, skilur, þessum þáttum, þannig að það er ógeðslega stutt eftir. Já. Af Love Island. Einmitt.
Fattu hvað minna? Já, ég fatt það. Takk. En ég fekk baby shower, ég ætlaði bara að segja það. Ég fekk baby shower helgina. Baby shower, já. Bara gaman að segja ykkur frá því, þið kannski forvitnaðar eða eitthvað. Já. Eða þið öll hérna. Einmitt. En það var mjög krúllegt, það var bara síðasta föstudag, þá kom ég bara heim. Hitt ykkur í Netto. Ok, ég segi söguna, það var bara föstudagur og ég byrjaði daginn í augabrúnum og eitthvað sem þannig, svo fór ég í Netto bara til þess að tjekka á voru vítamíndagar og ætlaði að fara að næla mér í vítamín. Og ef þú sá ekki TikTokið mitt, þá var þetta að kaupa hlöllasitt í Netto. Einmitt, þú getur gert í rón, hlölli að það. Já, gett næs. Og Happy Hydrate var afslætti. Já, ég keypti mér Happy. Já, ógeðslega sniðugt að nýta sér vítamíndagana í það. Þannig að ef þið eru ekki already með sko Happy heima í okkur og Netto appið til þess að sjá hvernig allir það fyrir á smá afslátt. Það er svo sniðugt að vera alltaf með samkaupsappið til þess að geta séð allar þessar daga sem eru og bara nælt sér í alltaf besta verðinu. Já, ég sá að þú náðu bara bóndadagssteik og geður sniðugt. Já, bara ribbasteik. Já, 35% slæti. Já, bara hello sko. Og nokkri kassar af pizza afslætti og bara hversu geðvitt. Pizza er náttúrulega all time fave núna sko. Já, ég bara varð að kaupa meira þegar ég kláraði mitt að ég var bara, þetta er svo mikið rútína hjá mér. Já. Ég fæ alltaf svona æði fyrir einhverjum brögðum. Þannig að þetta er all time fave right now. Og líka svona, ég tengi svo mikið við brögð eitthvað við einmitt rútínu. Já. Það er svona smá núna þegar ég drekk pítsi að finn ég smá svona eggjabragð líka. Eggjabragð? Já, því fekk mér svo oft núna á mótnana þegar ég fekk nýjan kassa af þessu, skilur. Ekki þessi eggjabragð af, en ég er alltaf vön að fá mér Happy og svo egg. Það sem mér líður, svona líkamur líður núna, veist að þegar ég fæ mér út á mótnana, eins og ég sé að fara að fá mér egg núna smá. Já, ok. Hvað skal mér það? Tengi ekki að svona? Nei, ekki alveg. Kannski jú, ég verði alltaf að fá mér egg og kaffi. Já, egg og svo kaffi. Ef þú myndir fáið bara nákvæmlega bolla núna, því þetta er nákvæmlega sem ég fæ mér Happy heima á mér, þú veist, Pete, ef þú myndir fá nákvæmlega þinn bolla, heimabolla þinn núna, þá myndi ég líða kannski eins og egg væri næst. Ég held að vera frekar, ég myndi fá með 2 svoðin egg að ég þurfti að fá með kaffi eftir á. Eða það, já. Hann er svona, já. Ég skil komið þar. Já, allavega, það var vennilega förstar, ég var Netto. Það var svona 10:30 leitið eitthvað. Og var eitthvað að ná mér í alls konar hluti. Já, Jóa fórum sem sagt að kaupa blóm fyrir hana og við varum að bíða eftir hún var farin úr Netto, hún var svo lengis og hún skoða bara mappinu, hún var bara ekki að fara úr Netto. Þannig að við vorum bara, já, ok, við förum bara að hittum hana. Ég get ekki, hún veit ekki eitthvað, láttu bara eins og við erum ekki að gera þetta. Já, Jóa sem það. Já. En hún þarna og eitthvað, þetta er alltaf læg. Við getum alveg allar verið í Netto. Hún var stressuð að segja eitthvað við því. Já, nei sko, þetta ég laði fyrir þetta Netto og var alltaf nýkom á brúnum og ég þarf svona að setja mig smá andlit og gerði það, setja mig eitthvað maskara í bílnum og var hlust á bókina mína og þú veist, og var svo spennt að ég var svona satans lengur en ég átti að gera. Svo fór ég inn og leika mér, skoða þetta allt. Já, og svo líka bara inni, þú veist, málaði fyrir utan bara gett lengi og svo varstu inni gett lengi og þú varst búin að posta TikToki inni og meðan þú varst ennþá þarna. Já. Ég var bara, hvað er þetta heima hérna? Veist hvað er gaman í Netto? Ég veit hvað er gaman, ég skilði það alveg. Það er bara hangsaði allan daginn, sko. Ég bara dutru og þá fyrir ég að skoða vítaminu þegar ég var búin að skoða, náðu hlöladóti, sko. Þannig að það var bara mjög gaman. En hitti ykkur þar og ég bara, hæ, hvað er það að gera? Og þá var þið bara, maður græði fyrir bóndadaginn og ég var bara, já, Ég var græði fyrir bóndadaginn og ná mér í vitamins. Já, hann að þú veist, en það var ekkert sess að sjá okkur hana. Nei, ég sagði líka við bara mjög eðlilegt að við séum að græða saman fyrir bóndadaginn, skilur. Nei, líka þú veist, hvað væri ég sjálfhverf ef ég væri bara guð þér hérna bara fyrir mig, skilur. Þú vorum ekki svona kaupanett fyrir Nei, þú veist, af hverju ætti að vera skrítið að sjá ykkur? Nei, ég veit það ekki. En svo var ég alveg búin að tala mikið við þig, þú veist, eitthvað í síman þennan dag, var eitthvað svona stúsast eitthvað, og þegar við vorum að setja vídeo okkar af fallega, oh my god, ef þið eru ekki búin að sjá nýja fjölskyldumeðlunum okkar, oh my god. She is so cute. Vildi bara sko hún geti verið hérna með okkur. Ángríns. Sakna hennar. Það er kannski að taka þátt svona sikkar með við hana bara á næstinni. Já, það væri ógeðslega gaman. En við erum alltaf að tala sko nýja ískapin okkar. It's a her. Bleikur smegg. Bleikur smegg. Þetta búið að draumurinn okkar
síðan bara alltaf, en síðan stofnum tilbúið sérstaklega, að þá fengum við að vera, þú veist, við getum verið með, þú veist, the girly pop world. Getum verið með, þú veist, bleikt jólatrí, sem við fáum kannski ekki endilega að fara með heim til okkar. Já, og þannig við vorum ekki svona, einhvern tíma þegar við eigum skrifstofu, það var svo geggjað með bleikan ískáp, þú veist, og bleikan smegg ískáp líka. Og mannstu ekki þegar við fórum til New York þá völdum við hótela því það var rauður smegg ískapur og hann ekki bleikur en samt smegg. Og við höfum oft skoðað og séð svona, það til lítill sem rauður, það hann svona yfirleitt bara til á lager, þú veist. Við höfum oft skoðað á Íslandi svona, ættu við, eigum við, svo bara með bestu Yrvík og þú veist, það geta allir sér panta sér til Íslands hérna í gegnum Yrvík smegg af sínum drauma lit og með þeim gátum við panta þennan. Já. Og maður ræður líka bara að þeir eru allir gerðir bara eftir pöntunum. Já. Þannig að þinn eigin ískapur er gerðið fyrir þig basically. Og þú ræður í hver áttina hann opnast og eitthvað þannig. Það er ekki að sniðut af því að það er ekki allir með eins eldús. Ótrúlega sniðut. Svo sniðut. Og bara hvaða típu þú vilt. Það var mjög erfið ákvörðun. Hvaða típu og stærfi við vildum og hvernig við fristir erfið. Við vorum alveg bara að þú veist, allir ógeðslega flottir en við vorum bara svo, hvað viljum við mikið frististplás, hvað viljum við lítið, svo vorum við náttúrulega bara, við eigum bestís. Já, þannig að þessu urðum að fá staðist á fristinn. Já, þú veist. Til þess að vera með hann stúdfullan af bestís. Af bestís, já. Þannig að þú veist, og já, við vorum mikið að tala saman á föstudaginn þetta, vorum eitthvað svona að velja eitthvað sound og vídeo og eitthvað svona, gera eitthvað cute. Já, og við Jóa og Eva vorum bara bíða eftir að myndi fara heim. Já, og ég vissi ekki að vera eitthvað heim og þannig ég var bara, já, ok, svo fór ég að segja Emblu í leikskólann, svo stússaðist ég eitthvað meira, ég var ekkert að flýta mér og hérna, svo kom ég heim og þú varst líka sko að FaceTime mig og við vorum að reyna að posta vídjónu á smeggiskáðunum. Já. Og þú veist ekki, já, ertu ekki að finna eitthvað cover eða eitthvað hannig? Já. Já, og ég var þá að búa til þú veist, baby-dótið fyrir hérna predictionið og þú veist bara, hvernig gengur ég eitthvað, bara hérna, við þurftum að gera það því að ég var að fá Magnu til að prenta út í vinninni, skilur. Ég skil, þú varst að gera bara allt annað. Ég var að gera allt annað, þú varst bara eitthvað á FaceTime-inu mínu, þú veist bara, ok, hvernig gengur, ég er bara að vera til staðar á meðan, svo sérst að gera þetta ekki einu eitthvað, já, mitt. Já, það er flott hjá Nei, já, og ég náttúrulega ekki hugmynd, sko, ég ætla að vera bara get in the edits, eitthvað, ég bara, ok, ég ætla bara að vera annað staðar, en svo bara, já, svo kom ég heim örgulega hvað svona, þú veist, 4:30 eða eitthvað, ég veit ekki, 3:30 eða eitthvað, man það ekki. Já, einmitt, þú komst svona seint heim. Já, og labba, 3:30. Já, og með fullt okkur í dóti, eins og maður er alltaf, þú veist, búin að fara netto og gera allt og heldur hérna fullt okkur í dóti og labba inn og eitthvað svona, og Embla bara strax bara, akkur blóm á borðinu. Ég bara, já, byrju, wow, hún geti eða fljótt að spotta. Þá var ég bara, já, og ég, þú veist, hausinn mér fór svona 100 hringi og var ég búin að kaupa bóndadagsblóm, ég var bara, hvað, hérna, hvað kunni að kaupa blóma það mér, það er bóndadagur, svo þetta var á bóndadaginn, og ég var bara svona, svo var ég svona bleik, og ég oh my god, og þá var ég svona, oh my god, ætli þetta sé eitthvað, svo labbaði ég svona nær og þá sá ég að það var svona kort mert mér, og þá var ég svona, oh my god, ætli þetta sé, en ég var samtíð bara, hvernig komast þær inn, af því að ég veit ekki akkur að hverla ekki að mér að Gunni kom með þetta, ég var bara, Gunni hefur örugglega opnað fyrir þeim, af því að ég hugsaði bara, Gunni hefði ekki fatt að setja í vasa. Ég veit ekki, já. Ég er enda að sagða hann að gera það. Já, þú veist, hann myndi alveg fatta að hann allavega tóku utan á þeim og allt. Já, þetta var alveg. Ég held að hann myndi bara sitta ofan í Já, einmitt, þetta var svona, þú veist, hann var bara búin að gera þau fín. Og bara sko, og þetta er svona, þú veist, þau voru settir þau svona fyrir miðju á borðið, þannig bara leið og labbar inn þetta fyrsta sem hún sér. Já. Þannig að þetta var alveg, já, mjög vel staðsett og eitthvað og svo opnaði ég og þá hérna var þetta búið í mitt eigi baby shower og það var líka svo gaman að vera á morgun. Já. Mér var svo gaman. Eftir marga daga. Já, að þá var þetta svona, oh my god, það getur strax verið svo spenntur, skilur og já, það var ekki skemmtilegt. Svo var það bara næsta dag og ég mætti aðeins og seint í mitt eigi baby shower, það er bara on brand. Já, það er bara me code it. Ég var að taka upp eitthvað vlogg svo þá sagði ég í vlogginu að ég veit að Kim mætir oft seint í sín eigin ammæli, just my Kim moment. Og hérna, já, svo var það á Brút sem var bara ógeðslega cute staður, aldrei komið okkar. Svo cute. Já, geðveitt sætur og vorum í svona einhverju enga herbergi þar og það var bara yndislegt og gekkuð matur og ógeðslega flott kaka. Já. Vá. Sætasittir náttúrulega, þú veist, puts me to shame, sko. Þetta er alltaf flott hjá þeim. Svo flott og svo gott. Nei.
Það nefnilega líka máli. Ég veit það, þetta ekki bara flott, sko. Geðveikt góðar. Og svo bara, cute svona, þú veist, lítið bleitt konfetti og myndirna mér varst það að geggja tötts ógeðslega kjútar og sem skraut, já. Prent út Polaroid myndir af mér óléttri, mér varst það ógeðslega sætt. Og já, það var ógeðslega sætt og það var bara yndislegu dagur og ég ótrúlega þakklátt fyrir ykkur allar saman. Takk fyrir. Það var svo fallegu dagur líka, bara svona jólasnjórin úti og bara gett bjart og fallegt og þetta var svona, það var bara perfect. Það var mjög flott, sko. Já. Ég er mjög ánægð með þennan dag. Gott. Og það var svona, glad you're happy. Og svo einmitt kom maður heim og þú veist, eða svona oft svona þegar maður búin að geða spennti fyrir ykkur. Ég var einmitt ekki líka bara, þegar ég var að keyra og var leiðinu og ég bara, ákveð er ég smá stress? Þegar ég veit ekki, þú veist, að þetta er samt surprise, að því maður veit ekki neitt. Þú veist hvað það var út í basic. Nei, já. Þannig var ógeðslega skemmtilegt, sko. En og svo kemur maður heim og þá maður svona, þegar maður búin að geða spenntir ykkur fyrir ykkur, þá var maður svona, þið alveg búin. Já. En þetta var bara yndislegt, þetta var ógeðslega næs. Við litla erum mjög heppnar. We're lucky to have you. Yes. Þetta var mjög yndislegt. En já, hvað? Það var það sem, ég veit ekki hvað fórum út í þetta. Jú, mér langaði bara að segja ykkur þetta. Já. Ef þið vildið vita, behind the scenes. Já, of course. Þau vilja vita. Já, en við erum til þess að komna saman til þess að ræða Love Island. Náttúrulega, núna janúar bara búin að vera 100 ár. Já. Þú veist, við vorum að ræða held ég bara í síðast, þetta bara fljótt að líða, samt bara... Ég skil ekki hvað í gangi. Nei, núna hann búin að vera mjög lengi líða, það heil vik eitthvað neginn svona... Já, nokkur dagar eftir. Nokkur dagar eftir. Hann endar á föstudegi líka. Já. Þannig að þú veist, það er svona ekstra langur einhvern veginn. Það alveg svona, já. En bara langur og góður. Langur, já. En þannig að við erum bara, þú veist, þessi sería er bara endar núna í febrúar, sko. Já, meinas. Af því það 5 vikur alltaf í janúar, já, einmitt. Og það er alveg 4 vikur líka í febrúar. Þannig að þetta er alveg frekar svona... Já, febrúar ætti að vera tildulega stuttur. Já, hann er vanlega mjög stuttur, en hann er alveg heill mánuður núna. Já. Svo hvað ég meina? Einmitt. En þetta er þó síðasti sjansin eitthvað núna, þið eru allra síðasti sjans að nýta ykkur veru mánuðarins hjá Blush. Já, alveg rétt. Ef að bara... Ekki gleyma því, Nei, maður veit aldrei hvað kemur næsta mánuði, það er alltaf spennandi. Já. En þið veitir það að það er... Ég makin ykkar afmæli kannski, því það er ennþá, sama var mánuðarins náttúrulega. Algjörlega, og þú veist það er bara, gott að nýta tækifærið, sko. Þannig að... tjekki á því, ekki missa að fara bara bloss.is. Það hefur verið vinsælt núna yfir bóndadaginn. Já, þetta var mjög. Þú veist, fólk hefur verið pottið að ná í alls konar skemmtilegt þarna. Já. En það er alltaf gott. Gott að degra við góða búnda, sko. Gott degur, en já, Love Island. All Stars. Hver er svona uppáhaldsmanniska þín úr svona original kastinu? Ekki af bombshellum sem kom inn, heldur, já. Bara svona, þegar þú sást hann fyrsta line-upið, varstu svona spennt að sjá eitthvað? Það var eitthvað svona, já, vá, hvað gaman að þessi sé. Örugglega bara, sko... Ekkin Sú er ekki með í þessu, af því Ekkin Sú basically er bombshell. Já. Þú veist, þannig að ég held í alveg að það hefði verið Curtis. Ég hugsaði það líka. Já. Það er alveg gaman sem Curtis og ég hafði gaman að Curtis í hans serju. Já, ég líka. Og þú veist, hann var með Mora, hann er alveg svolítið svona stórt nafn. Já, hann er mjög frægur í Breitlandi. Já, mér fannst alveg svona, wow, Curtis. Af því mér fannst, Olivia, ég var bara svona, sorry, ég bara, það var bara því mér fannst svona leiðilega í sinni serju. Mér fannst, já, bara svona Luka, ég bara eitthvað, Mér lýst ég bara nýbúin að horfa á hann líka, já, ég hef ekki séð seríuna með Gabby og Marcel, þannig ég var ekki með henni skoðun. Ekki heldur, en voru þau í seríu 3, eða? Já. En ekki heldur með þessu Scott, ég hef ekki séð hana. Ég sé hana, já, hann var með Katie sem var allir síðasta All Stars. Já, nei, hún var ekki All Stars, hún kom bara inn random í vennilega seríu. Já, ok, hún er svo Joey Essex, þá kom bara inn random. Já, en Joey Essex var ekki Love Island. Joke, já, hann er bara frægur. Já. Hún er eins og hérna Jess, nema hún var Ástralíu. Eins og Adam gæinn. Adam Collard. Já. Takk, já. Sem var beðið við einhvern spann og eitthvað. Að það? Já.
Cass, mér varst alveg svona, já, ok. Ég var búin að gleyma henni, en hún var svona sweet surprise. Ég var ekkert eitthvað spennt fyrir henni, en mér finnst hún er svo falleg, bara ég get ekki starra á hana. Hún er bara mjög mikið aukkonfekt. Og hún er alveg smá mikið in the season með því að vera svona mikið drama. Ég var, þú veist, já, það var svona þau sem ég var spenntust fyrir utan. Ekkert vissi maður að ekki svo er að koma. Við vorum búin að heyra þig stað. Já, það var búin að vera rumored bara út allt, sko. Þannig að ég var mega pepp fyrir ekkin. Ég man ekkert eftir þessu Elmu. Ekki neitt. Hún er sér 5. Gjörsamlega ekki neitt. Ég man eftir India. Þegar India er alltaf vann leikinn, sko. Já, ég man eftir henni, hún er með Ovi. Já, þú veist, það var búin að vinna leikinn, sko. Já, greinilega ekki, þú veist, hún er ekki lengur með honum. Nei, hún var bara með henni kortir, sko. Hvað er Ovi í dag? Oh my god, Ovi er bestur, sko. Ég er alveg bara að followa hann. Já, hann er bara hella supermodel og hann hérna... Já, er hann með konur eða? Nei, eða þú veist, hann sýnir hann allan ekki. Hvorfor kom hann ekki? Nei, hann sagði stóri, hann bara, guys, og sagði eitthvað, I'm 30, eitthvað, hvað hann var í gamall, og bara, I'm someone's uncle. Og hann bara segja, hann var of gamall til þess að fara inn í þetta. Marcel is someone's husband, sko. Já, en Ovi var bara einmitt að judging that, og bara, guys, stop asking me, hann er bara svo, hann er fann að vinna með svo hella stórum bröndum, og að ég held að hann sé bara svona, ég veit það ekki. En það kemur mér alveg úr hvað þau eru, þú veist, til í þetta, og nú er allir, þú veist, náttúrulega eins og þessi Gen Z er bara, kallað allir bara afa og ömmur á nynni, skilur. En það eru það ekki flest 30 ára? Jú, þau eru flest í kringum það, sko. Já, en þau lúka ekkert gömul. Nei, alls ekki. Já, Ovi er 33 ára einmitt, þú veist, hann er 91 modell og hann var bara eitthvað, hann someone's uncle, sko. Já, Marcel var 39 ára, sko. Just, það er náttúrulega bara... Og hann er giftur. Já. Hann er farið gegnum divorce, en hann er technically enda giftur. Já, líka bara... Og hann er someone's dad, sko. Hann er someone's dad, og náttúrulega Hanna var líka someone's mom. Já, einmitt. Þannig að foreldrar alveg byrjar að letsa hann inn, skilur, en en svo, þú veist, ef þetta væri svipa dæmi eins og, þú veist, hvað var Gemma Owens gömul þegar hún fór inn í sína seríu? 19. Ef að 39 ára maður væri með 19 ára stelpu fyrir framan ég veit ekki, ok, er ég að vera gett judgy? Ég veit ekki. Ég held að sé viljandi ekki, það getur ekki verið 19 ára í All Stars nema hún var bara 16 ára þá þegar hún kom inn eða eitthvað. Það hefur verið gæla sem var 18 ára sem var þarna í hvað seríu var hún? Hún var gett stutt og hún var gett lítil, sagði alltaf gett lítil, hvað ég mann það ekki. Dökkarð. Á 18. ári eða eitthvað, 19. ári eða eitthvað. Hlýtur að vera, skilur, þú veist, en þú gætir hafa verið í fyrra 18 ára. Já, kannski. En það er bara svona, þú veist, ég er ekki að aldursseima hann, eða aldursseima að fólk sem er 20 ár milli sambandan sína, þú veist, fólk er alls konar. Já. Það er bara, it is what it is. En þú veist, það hefði alveg verið svona pínu hellað. Right. Það var alveg smá, en þú veist, þau myndu mögulega kannski ekki verða par. Já. Eða þú veist, náttúrulega, já. Var hann ekki, hann náttúrulega elstur, en hann var matsaður með náttúrulega fyrirrandi fyrst. Gabby, já. Svo fór hann og Liv eitthvað að tala saman. Og hún er 95 eða eitthvað. Þannig hún er verið 30. Já. Það er 9 ára með þeirra. Mér finnst það allt annars, sko. Já. Þú veist, ég sé ekkert að því ég var bara svona, þú veist, já. Það er engin eitthvað nei, það er engin kontnungur á henni. Nei. Það er allir bara orðnir fullorðnir einstaklingar. Já, þetta er smá svona fyrir okkur Love Island fans sem duttum aldrei inn í Bachelor, ég er einn þeim, þú veist, ég elska svona þætti, en ég hef aldrei dottið inn í Bachelor. All Stars er svolítið svona okkar Bachelor dæmi, þú veist, þau eru allar eldri, hvað þau eru meira samt að haga sér eins, eða þú veist. Já, en ég held að þau í bara gamlingja Bachelor séu líka að haga sér eins, sko. Já, gamla fólki Bachelor sem er svona 100 ára fólk. Já. Það. Já, ég held að þau séu líka svo dramatísk. Hættum maður að þá hættum maður að vera fullorðin og byrja aftur á barn, eða ekki? Jú, eða ekki, já. Maður var kannski svona 70 ára eða eitthvað. Þannig ég held, skilur, þú veist, ég bara meira að meina, þú veist, þá er þetta ekki jafn svona, All Stars er svona, þá er einmitt kasti bara allt orðið hans eldra, skilur, og þetta er svona fyrir okkur, við erum að þroskast, við erum að alast upp með Love Island. Já, einmitt. Eldast með þeim, sko. Ég veit ekki, en... Já, þú veist að tala að Love Island er sem Bachelor fyrir öðrum sem eru eldri en við.
Eða ertu að tala Bachelorinn sem með gömlu fólki í? Nei, ég var að tala það. Ég var líka að tala það, ég var ekki séð, mér langar að byrja að sjá það. Nei, ég sé bara klippið. Já, ég held að þau sé alveg dramatísk, sko. Nei, já, ég bara meina, þú veist, fyrir okkur sem duttum aldrei inn í Bachelor, þá held ég að þetta sé svona meira, að þannig eru þau gett mikið talandi börn og eitthvað. Mér finnst þú alveg tala svolítið það líka vennilega. Já, það? Já, ok. En Bachelorinn ekki svona gömul, sko. Það eru bara líka 22 ára stelpur. Já, reyndar, þau eru ung líka, já. Ég ætla að horfa á nokkra seríur af þessu á okkur tímbili. Það er bara, mér finnst Amerikanin ekki skemmtilegur. Hann það bara ekki. Ég er saman því, sko. Breytin bara skemmtilegri. Ég ætla að sjá Love Island, UK. Nei, USA. Nei, Love is Blind. Já, það skárra fyrst mér heldur en USA. Já, mér langar að sjá það, sko. Það var alveg fínt, sko. Já. En ég horfði á, ég byrjaði á seríunni USA í Love Island. Það var svona eitt spes. Ég náði ekki að halda mér inn í. Nei, USA, já. Nei, ég skil það, sko. En, sko, line-upið, Maya Jama náttúrulega hóstinn. Þú veist, þetta er alltaf bara mikið svindla, hún sé hóstinn. Já. Þú veist, það er ekki bara allir, Bensi segir líka alltaf, akkur er enginn að reyna á hana? Hún er hóstinn. Ég skil hann. Ég er bara, akkur er ekki að reyna á hana? I would shoot my shot, though. Hún er alltaf single right now. Já, og það var eitthvað að tala hún og Ronny hefði eitthvað. Guð. Já, hún er með betri, hún er með síka better taste en Ronny, sko. Já, hope so. Mér líður alltaf svo judgy í þessum þáttum. Ég er bara að tala því hann leiðilegur. Já, hann er bara player. Já. Bara, hljómar alltaf eins og maður sé eitthvað gett. Það er ekki það neitt útlit, sko. Nei, bara hann er leiðilegur, sko. En það var víst alveg skotið niður og það var ekki að vandralegt ef hún var búin að deyta eitthvað sem er Já, ræðilegt. Það var eitthvað umræða að gangi hún hafi verið bara nánast grátandi eitthvað sem þegar hún mætti hann inn. Hún var bara hún var ekki að distant, var ekki að svara og svo var hún eins og hún var grátandi. Í þessu seríu? Já. Hvað tímast það því? Það var bara daginn. Þegar hún er ekki búin að koma mikið inn. Nei, mjög lítið. Hún byrjaði að vera að koma alltaf mikið inn. Já. Svo núna er hún ekkert að koma inn. Svo þú veist, randomly er hún stundum fyrir utan þegar eitthvað fer. Já, hvað var það? Það er bara þegar hún er búin að vera inni. Og bara á sunnudum þegar Já, þegar Eftersun. Er Eftersun núna? Nei, helst ekki. Nei. Ekki sem ég veit, ég er alltaf ekki séð neitt að því. Heldur. En það er svo fáið búin að fara líka. Já. Þannig að það er ekki eins mikil velta á fólki inn og út þessu venlega Love Island. Var Eftersun með síðast allsas? Ég held það. Var það ekki bara eitt, eða? Jú, kannski bara eitt, já. Ég held að það var bara eitt. Það getur verið. En já, Maya Jama alltaf er mikið svindla, hún sé hóstinn, sko. Já. En jú, maður var ógeðslega spennt að sjá Curtis, en Curtis náttúrulega tók samt líka þátt í Love Island Games. Ég horfði aldrei á það. Nei, ekki heldur. Hann tók náttúrulega þátt í því þar sem að Mora var hóstinn. Já. Og það var víst bara eitthvað hella vandræðalegt þegar þau mættust í setti eitthvað. Ekki nú Mora er víst það þekkjast alveg, eða ekki? Jú, eru frá sama bæ og já. Er Mora samt ekki frá Dublin? Hún er ekki ísk? Jú, hún er ísk. Við erum bara einhvers staðar þá. Já, hún búið bara, hún og Curtis voru að tala um þetta, you live there, eitthvað, já. Ég held ekki ísk, sko. Nei. Ég held ekki. Nei, hún er það ekki. En já, Curtis, það var mjög gaman að sjá hann. Ég var alveg spennt fyrir því. Já, mér finnst hann er alveg uppáhalds. Hann er skemmtileg, sko. Uppáhalds strákurinn minn í þessu seríu eða bara einn af minn uppáhalds aðilum. Já, ég samla. Hann er allavega eins og er. Eins og er. Það finnst mér að vera svona eini sem er actually bara þroskaður. Hann er jafn alveg við. Hann er 96. Já. Svo er það Nas. Ég var bara svona, já, þú veist, mér var alveg sama. Já. Þú veist, ég man það var svo algjör grei í sinni seríu. Hann var það nefnilega. Það var bara að geða friendsonar og alltaf vera að bjarga honum með því að friend couple með honum. Já. Og svo núna er hann bara geðveitt bara svona góðu messi fyrst mér. Já, finnst það? Já, bara svona, ég er bara slow burner, bara, þú veist. Já. Shut up, akkur til Love Island er slow burners. Já, þetta er mjög hratt, sko. Þú ert ekki slow burners. Þú ert að reyna... Nei, hann er bara að halda sinni viljunni, að þú eru ekki að segja hann bara, ég hef ekki áhuga þér. Þannig að hann segir það ekki, hann segir slow burner, hann er að býða eftir ykkur öðru. Slow burner er ekki til. Nei, er ekki til. Það er bara svona meira subtle way að segja ég hef ekki áhuga þér. Já, 100%. Ég skil bara ekki hvernig þú ert ekki búin á því. Nei, ég skil ekki heldur. Sem Catherine, bara, hvernig hún er ekki bara... Thank God að hún dömpa honum akkurat áður en Montel kom inn. Já, guð.
En það var svo vond að hún hefði dömpa hann eftir hann kom inn, skilur. Já. En ekki það skipti ykkur máli. Nei, við vorum öll búin að lesa í gegnum NASA að hann væri bara not that interested, sko. En hann var með Evu kærastinn sinni bara eitthvað í 4 ár eftir season 6, hann bara svona tiltölulega nýkomin og laust. Og það var gellan sem var með í þessu seríu? Já. Já. Var ekki eftir henni? Nei, hún kom alveg svona frekar seint inn. Þau voru mjög sætt saman, sko. En svo það Scott, já, þú manst ekki eftir honum, ef þú hefur ekki séð seríu 2. Það er eitthvað við þennan mann sem að gefa mér alveg í ykk. Það? Já. Ok. Veit ekki hvað, mér finnst það svo vandræðalegur. Já. Hann bara, mér líður svona sé, bara líka bara svona, við séum bara með, þú veist, einhvern gæja á 50-aldri sem svona að reyna að halda með gráa fiðringin, skilur við. Já, það? Það kannski bara því það kann ekki neitt, skilur við. Nei, þú veist, ég bara svona, ég fæði svona, Já. Ég man ekkert eftir hvað hann var í season 2 þannig séð, annað en bara, hann var náttúrulega með Katie, þannig að hann var miklu meiri persónuleiki þegar hann var með Katie. Já, Katie er náttúrulega rosalega persónuleiki. Já, og sem gerði hann, að því hún var bara að rífast við hann, skilur, þá varð hann svona aðeins æstari, en hann er miklu meira döll. Hann er kannski bara þroskar í dag, þú veist ekki. Já, kannski. En þú veist, hann er meira döll núna, náttúrulega. Mér finnst hann svona smá vandræðaleg típa, ég veit það ekki. Já, ég skil alveg hvað meinar, já. Já, ég skil. Ég veit ekki hvað mér finnst hann ekki ná að hlæja einhvern veginn á þessu, þú veist, ég veit það ekki, ég er bara svona... Já. Það er kannski aðeins að fá að lesa meira inn í hann, sko. Já. Svo það Olivia, ég var allavega, þú veist, ástæðan okkur ég segi eitthvað svona, við Olivia, bara mér fannst hún svo ósangjöfn og astnaleg í sinni seríu 9. Hún var með, þú veist, Kai og Sanam, þú veist, mást ekki, hún var með Kai og var bara búin að, þú veist, draga hann beislega á okkur astna í eyrum og svo er recoupling og hann recouplar með Sanam eftir Casa Amor og hún kemur tilbaka með gaur neðsamt brjálu út í hann. Já. Og hann bara, hvað ert að segja? Þú stendur þarna með manneski. Hún var mikið að reyna að vera þarna gælan þarna. Congrats hann. Já. Shauna. Já. Þú veist, þetta er, ég veit ekki, þess að var ég svona en maður hélt að hún væri fara að vera svona the main drama í þessari seríu. Ég hélt það. Ekki búið að vera hún. Já. Ég held það, sko. Hún er búin að vera geðið mikið tilbaka, kannski líka bara því hún sá hvernig hún var að segja og hvernig fólk brast við því og eitthvað. En, já, og hún er komin út núna sem er alveg svona líka gaman, þú veist, að hún er að setja eitthvað á TikTok og eitthvað, sem er alveg skemmtilegt. Þú veist, fólk var svona basically að þakkinni fyrir að spurt Grace út í fótboltagurinn. She brought us the tea, sko. Já, og hún var bara, I was in there for the tea, but you guys sent me home, skilur. Já. Þannig að það var alveg skemmtilegt. Allt. Já. Það líka bara með Joey Essex og allt þetta. Já. Grace var bara að segja þetta líka. Hún var ekkert eitthvað, I don't want to talk about it eða eitthvað. Nei, hún bara segði bara það. Já. Ég fílaði það svo mikið. Og Jessie setti í story. Hvað setti Jessie í story? Hún var bara, já, ok, I guess that's all coming out now. Já. Og þau voru greinlega endað saman þarna, skilur við. Einmitt. En var þetta ekki sumar? Jú. 4 mánuðum setna, ágúst, september, október, nóvember, desember, það var bara daginn og þau hætti saman alveg 2 mánuðum eða eitthvað. Ég skil ekki. Hvað er þá coming out? Að þau voru þá alltaf með tilfinningar? Er það ekki augljóst? Jú, og með hvað rifust mikið? Einmitt. Ég veit ekki. Kannski voru þau eitthvað að byrja að tala saman aftur í desember. Kannski voru þau aftur að tala saman núna. Já, einmitt, eitthvað. Það er eitthvað svona... Ég var alveg til að sjá Joey hann inn, sko. Ég líka alltaf grínast. Því hún er búin að segja bara, I will always have a soft spot for him. Ég sagði líka í Joey-seríunni bara, þú veist, ég veit hann er fucking óþolandi og hann er óþarskar, I love it. Já, það er viljum á þessu tíu. Já, þú veist, þess vegna, ég var þess vegna, ef við spólum yfir næsta, ég var þess vegna ánað að sjá Luka smá. Og því hann er barnalegur? Já, því að hann var alveg með smá drama í Gemma Owen-seríunni. Hann var svo toxic. Já, þú veist, en hann var líka með smá drama, þú veist, ég fíla náttúrulega ekki hans toxic við hana, þegar hann var bara gett svona... Það er eins og hann sé búin að þroskast og horfa í, þú veist, allavega hvernig hann er að portraya sjálfa sig. En hann er samt alveg, þú veist, eins og, ok, bara allir gráta og allt það skilur, þú veist, eins og hann að brotna hann niður, það var svona, ég fekk svona, þú veist, ég vorkendunum ókslega mikið, hann bara svona, það er engin stelpa hérna fyrir mig og eitthvað þannig, en hann er líka ókslega kröfuhörður, held ég, á hvernig stelpan vill. Og ef leiðu að kemur ykkur dökkar gæla, þá mun hann droppa Grace, sko.
Hann bara með típu. Greysi samt það, sko. Hann samt bara fyrir dökkara, sko. Já. Fólk að segja að það ætti að senda Sammy inn. Já, ég sá það. Sem var með hérna Tom, sem núna með Molly. Sammy Eilish eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Eitthvað þannig. Já, eitthvað þannig. Sjúklega sæt stelpa. Ógislega sæt. Einmitt gæti verið his type to a T. Og hann svona super gemmu, skilur En Grace náttúrulega unreal. Hún náttúrulega fucking unreal, sko. Eins og líka þegar hann sagði eitthvað, is that your type? Eitthvað við hann bara, are you blind? Is it a bit of you eða eitthvað? Or is it a bit of everyone? Já, 100%. Ég skil samt ekki hvað Cass búin að vera ganga illa hana. Já, það alveg smá sös. Það ógeðslega skrítið. Já, einmitt. En samt skilur svo hún alltaf í ykkur bífið við alla strákana. Mér finnst alltaf að vera að koma eitthvað bara svona æsast við þá. Já, ætli það sé ekki bara máli. Örugglega. Þið bara fíla það ekki. Nei. Þú veist, persónuleikana. Það er svo ógeðslega flirty og alltaf svona utan í öllum og svona hvað þeir að sjá sem við sjáum ekki? Að þið líka samt, sko, þú veist, á sama tíma, já, einmitt, að því á sama tíma þá hún búin að segja að hún vilja gaur sem bara eitthvað, I'm all for you, bara kemur inn bara I want Cass, og það enginn búin að gera það. Ronny var alveg til að kissa hana og þessu, þú veist, eitthvað svona, búið að fara eitthvað svona, við getum verið svona friends with benefits, eitthvað, þú veist, svona basically, þú veist, þannig að það heldur enginn búin að koma bara inn fyrir hana. Nei, svo leiðild í vorkinu smá. Já, ég líka, en einmitt, en svo strákar getur verið svo barnalegir, sérstaklega svona strákar sem þú stígur svona smá ego þeirra og þá bara, ég get þau ekki, eins og hún gerði, þú veist, ekki hún og Casey voru ekkert að fara að vera eitthvað, en þú múst strax fyrir að skjóta Casey, bara hvað þú búin að vera að deyta alla. Það var svona alveg freka gróft. Það var mjög gróft. Ég var bara svona, heyrðu, róleg. En það gæti hafa offað fleiri stráka. Já. Skilur, þú veist, það gæti hafa verið svona, þú veist, bara sýttast niður, sko, fór svo drikk, bara. Nei. Hann var bara svo var hann svo nálægt sundlegin, ég var bara, hann að fara dætt úti? Hún hefði ekki verið. Já, bara blást, blási hann. Það hefur verið ógeðslega fyndið. Já, hann var svo nálægt, ég var bara, hann mun hann detta. Það hefur verið svo fyndið. Já, en þetta var alveg svona, maður svona, hvað það að gera? Já, en hún hefði potið verið rekin heim, skilur. Hefði hún ítt honum? Já. Þau eru svo dramatískana, það má ekkert gera. Já. Það var eitthvað physical, sko. Já, þú veist, en hún kannski eitthvað Casey hætt og hún bara, þú hitti mér. Það hefur verið geðsmorg. Shit. En Casey náttúrulega alveg búin að fara í 100 Love Island-seríu, sko. Já, þú veist, hann var alltaf bara heima. Hann öll sumir á það, sko. Og veitur það. Já, þetta alveg smá skrítið. Þetta þriðja skiptið. Hvernig gengur manninum? Mjög illa greinilega. Hvað var í annars skiptið? Það var náttúrulega All Stars. Já. Með hvernig var það þar? Tom? Já, coupled up. Hann var ekki með minnum, held ég. Nei, var það nokkuð? Nei. Hann ekki bara sendur heim. Hann aldrei skotin í hennum. Hann bara náttúrulega, þau skera primpljóð og eitthvað. Já. Held hann sé skotin í Gabby? Já. Ég held hann sé skotin í henni. Ég held hann sé alveg smá smittina, því hann var alveg svona, ég hef sagt við vinum mínum bara, hann heppinn og að tala við hana. Já, því hann búin að vera með svona fling áður. Já. Ég held hann sé skotin, sko. Já. Og líka þegar hann satt núna eftir The Kissing Challenge og hann var eitthvað svona skammana eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað, ég svo best í verðan skott, eitthvað, ástu að gera það, svona, og maður sá svo glott og Gabby var svona, ég smá ánægð að þú ert afbrýðisamur, skilur þið? There's something there, maybe. If you got emotional about it, you have emotions, skilur þið, gagvart henni, skilur þið. Þannig að ég held hann sé smá skotin. Þau eru mjög krútt. Þau eru mjög mikið krútt, já, ég fíla þau, sko. Hún sé svona típa sem myndi gránda hann, skilur þið. Já. Hann bara algjört bara butterfly út allt. En hún er mjög mikið krútt. Og svo var ég alveg, hún passalega gett vel í hennar vinasamband af því að Tom er náttúrulega besti vinur hans og Molly er náttúrulega kærastan hans og Molly er gett svona fit og með fitness og Gabby líka og ég leiði að þetta myndi passa gett vel saman. Ég sé þetta alveg fyrir mér. Já, ég sé þetta. Já. Ég vona að þetta verði hans seinasta Love-Island. En þú veist, mér fannst enginn missir á að missa Marcel. Nei, ekki meldis og ekki heldur Olivia. Ég held samt að þau myndi ekki fara heim. Ég held að Cass og Catherine myndi fara heim. Ness og Catherine. Ness og Catherine, já, ég held það líka. Af því þau voru nýbúin að tala um hvað þau voru ekki compatible í þættinum áður og svo kemur voting. En ég held að séu bara svo margir sem eru bara
búin að offa Marcel að því að hann hélt svona framhjá skiluru og það kom náttúrulega allt núna því við vorum að tala um það það var ógeðslegt framhjáhald Ógeðslegt hann hélt framhjá henni á meðan hún var í gymminu og meðan þau voru í fríi saman Hvernig gerist það? Það er bara galið og hún vissi ekki fyrir eftir á einbeittur brotaðili bara En hvert fljótur að finna ykkur að gælu taka hann upp í herberginu Það er greinlega búin að vera bara að tala við hann Já, hlýtur að vera En þú veist, var þetta í herberginu þeirra eða? Voru þau ekki með 2 herbergi eða eitthvað? Galið Já, það er mjög skrýndlega, ég man það ekki en það var, já, ég veit ekki, man ekki hvernig það var nákvæmlega En líka bara, þú veist, pabbi ekki búin að gangi ekki skilnaði, ég held að var bara enginn að væpa þetta Nei, þetta var bara skrítið Þetta var bara weird, þetta hefði bara ekki átt að vera samþykkt Já Þetta var bara gert að þetta var 2 fyrirhandi Þetta var bara það, sko Þú veist, ekki það er eitthvað að því hann sé pabbi og með farað inn, sko, mér er alveg saman það fólki too hot to handle og oft fóreldrar líka og eitthvað svona það er ekki það, en mér er bara, þú veist, 39 og þú veist, gangi gegnum skilnað Já, og bara allt hitt svona framjá henni, alltaf eðalega hennar upplifun með því að koma með þitt andlutan inn, skilur Já. En akkur, þú veist líka bara, hvenær er publiki að vóta þetta fólk saman? Já, það er eitthvað sem við missum af, sko Ég skil ekki alveg hvernig það gerist Þetta er svo ógeðslega mikið prodúserarnir myndi gera þetta frekar Nei, já, 100% Þeir eru svona að reyna eitthvað mér finnst það svo ljótt Já, þetta er svo ljótt svo mikið Ég sverða Gabby Ég, einmitt, man ekki eftir henni að því ég hef ekki séð season 3 Nei Hún lukkar sem geðið næs stelpa Ég fíla hana alveg I like her, sko já Girls girl og ég bara eitthvað, já, ég veit ekki Ég fíla hana Já Cass, já, bara ég man eftir henni úr seríu 4 Hún kom úr Cass Amor, eða ekki? Jú Já Er það ekki? Erum við nokkuð rugglast við Joanna? Cass var með hverjum eftir? Ég held hún var Cass Amor, gæla Já, hún var með Josh Svo var með George Steele Já, hún er Cass Amor, já Ég man eftir þessu Og hún og Josh var alveg lengi smá saman, sko Já, það? Já, alveg smá stund Það var leitt úr ló En Já, ég man eftir því, já, þau voru saman Já Hún bara breytast svo mikið Svo mikið, sko Mitt Svo er það Elma Já, Ég man ekkert eftir henni, bara 0 Var hún í Casa Amor bara eitthvað í 2 sekúndur, eða? Nei, sko, Elma labbaði inn með Mora Hún er sko úr frægustu seríunni Hún hlýtur að bara fara strax Það hlýtur bara að vera Ég síst að vera með Antonina Mástu þetta Anton? Já, manu eftir Anton, já En það gekk aldrei neitt hjá honum Nei Hún hefur bara verið í smástundum með honum Já, bara svona, pæliði, hún labbaði inn með Mora Higgins Já Maður myndi aldrei hver stóði hliðin á Moru Þú veist, bara hún er í Molly May seríunni, sko Þú veist, það er galið og maður man ekki En hún hún er búin að segja hennar típar er bara svona a dad bod, bara normal geezer, þú veist, hún vilja bara eitthvað svona venjulegan gaur Það er alltaf bara gali að þú heldur að finna hann í Lofaland Já En þess vegna skýrum maður kannski eitthvað hún laðast að Ronny Já, kannski Þú veist, hann er bara svona, þú veist, eðlileg þú veist, skilur, hann er ekki svona geðveitt obsessed af eitthvað Nei, hann er bara mjög chill Já, hann er bara mjög chill, skilur, looks like a normal geezer þegar þú horfir á hann Já, algjörlega India, já season 5, einmitt úr sumu ég man bara eftir hana þegar hún var með Ovi Já, ég man líka því Svo er það Catherine já, hún var í hvað sér á þau? Season 10 Já, bara senast sumar, þú veist, 2003 Já, hún var með Scott og svo var eitthvað svona Scott sem að fór í Million Lofaland Já sem var síðan eitthvað get hyper sem var í sömu seri og Mitch og eitthvað Messi Mitch Já, Mitch Hún var í þeirri seri, sko Já, ég man mjög vel eftir henni því hún er svo sjúklega sætt Já, hún er ógeðslega falleg Man mjög vel eftir henni Svo er það Ronny sem var náttúrulega bara í síðustu serju Já sem var náttúrulega alveg Ég get ekki svo mynda á honum en að verða alveg hræðilega en þar var hann náttúrulega í einhverjum þvílíkt mörgum triangles Já, með Harriet og hver var þetta? Já, Sammy, eða ekki? Ekki Sammy? Ég man ekki Ég fór samt einn bara strax Já, þetta voru nokkra, sko Já, voru nokkra Hann pröfaði alls konar Já og var óþekkur í Casa Amor og svona Emmett, Ronny, sko En já
og svo náttúrulega fyrsta bombshell okkar, ekki eins og ég var spennt að sjá hana maður. Ég var alveg missed her face, sko. Ég var bara, okay, I'm ready for you, sko. Hún er náttúrulega bara celebrity, sko. Hún það, þú veist. Og hún er búin að vera í 100 bara þáttum hann úti og eitthvað. Já, veist, hún og Davide fengu líka, sko, sin eigin raunveruleika þátt eftir. Fór það í gegn? Já, okay. Þau ferðuðist eitthvað Ítalíu. Nei, ég bara sé núna klippur úr því, þú veist, það er svona resurfacing. Okay. En það fór í gegn og hún til dæmis gerði stærsta svona samning við fyrirtæki sem hefur verið gert, eða sem svona brand ambassador eftir Love Island-seríu, þú veist, £1 milljón samningu við O'Polly. Já, var ekki Molly May sem var með stærsta? Ég held að ekki var með stærsta, sko. Okay. Þú veist, en gengi búið að hækka, kannski, en það var líka eitthvað, það fell eitthvað sig sá samningur, þú veist, það var eitthvað svona, það var ósætti að á milli eitthvað þannig að hún svona Big Brother og eitthvað líka sem er mjög vísalega þættir að núti. Já, mér langar svo að sjá það. Já, mér líka. Við veit ekkert hvað þeir eru. Nei, þetta er eitthvað, þeir loka inn ykkur heimili og eitthvað. Ég langar alveg að sjá það, sko. Það er mjög vinsælt hana í Bretlandi. En ég er mjög spennt að sjá Ekkina því að þú veist, maður myndi ekki, ég var svona, já, ég elska Ekkina en ég myndi ekki alveg af hverju. Þú veist, ég myndi ekki alveg svona, þú veist, hún er bara fiery, hún er bara skemmtileg karð. Já, ég var svona, hvað er ég svo spennt að sjá eftir? Svo finnst mér það núna. Hún var náttúrulega algjör skríðandi á svölunum til að kissa ykkur annan. Já, öskrandi á Davide og fyrst geðvitt. Þau voru mjög svona fiery couple, sko. En svo sér maður núna, mér finnst alltaf svona, með hverjum þætti er svona eins og Curtis sagði, eins og sé fokkin laukur. Og það er svona að uppljóstrast alltaf meir og meir, bara hún er ennþá, að því maður sér hana núna og hvernig hún talar, maður bara, vá, hún er búin að þroskast, hún er svo mikið rólegri og svona, það er alltaf svona, maður er svona, þannig er hún. Já, bara þegar kynnist þeirri betur, skilur, þá er hún að opna sig meira. Já. Eins og með þetta kissing challenge var alveg, það er alveg fiery. Var að hefna sín, skilur. Þannig að, Ég er alveg spennt fyrir henni, sko. Hvað ef að kemur bara eitthvað kauð inn? Það er svo mikið eftir að geta gest, sem bara svona switch right now, að þið verður komið svona helmingin inn í, kannski. Já, svona, já. Aðeins styttri helming, kannski. Aðeins styttri helming, já. Þannig, já. Langt svo vita líka hvernig veðrið er þarna. Já. Skilurðu veðrið? Nei. Það er stundum að segja bara, it's cold today. Og ég er bara svona, þið eru á bikiníunum, er þið? Stundum verður öllu bleysir með þannig á kvöldin og eitthvað. Kannski kallt á kvöldin og heitt á daginn. Eitthvað slags. En já, þú veist, og hún líka ekki, sem ég var búin að gleyma hana. Ég var búin að gleyma hvað hún er mikil strákastelpa. Þú veist, hún sækir svo ókslega mikið í strákana. Já. Þú veist, að vera vinkona þeirra. Og ég myndi bara svona því ég byrjaði að sjá það. Já, hún var alltaf, þú veist, tala við strákana og eitthvað svona. Og hún er alveg aftur þar. Sem er ógeðslega skemmtilegt líka, skemmtileg dýnamík. Já. Að sjá. Casey náttúrulega, hann búin að ræða hann alveg hérna. Já, hann kom sem bombshell og allir voru bara not again, sko. Já, bara, again? Svo er það Tina, hún er með úr seríu 2. Ég man ekki eftir henni. Nei, hún alltaf kom inn bara, geða stutt og var og við rifildum með hennar og Katie. Katie, já, því hún fór að deyta Scott og já. Já, svo var hún bara farin, sko. En hún lúkar bara mega næs. Ógeðslega sæt stelpa. Já. Ron Hall. Já, Ron maður. Já, bara svona, já. Þú. Hann gríns. Hann með Lana, eða ekki? Jú, Lana, já. Og hann og mannstu, hvað hann heitir, voru bestu vinir stelpan. Hann seríunni með Casey, fyrstu. Já, eða ekki? Series 9. Já. Og hann er með podcast í dag, sko. Já, það er alltaf að segja að hann er ekki að vera með það. Já. Hann eitthvað talma sér trömpari og eitthvað svona eitthvað dæmi en hérna, einmitt en ég var bara svona, já, ok, Ron en var hann með Lydia? Ron approached also a series shortly after split with Lydia, var hún ekki líka í seríunni en hann var með Lönu já, en hún Lydia var kassaðan vorgælan hans voru þið saman? Já, veit ekki þau greinilega deytuðu saman deytuðu saman? Nei, deytuðu eftir á, skilur. Já, ég bara... Ok, það er alveg messy. Það er alveg messy. En hann var ekkert eitthvað svona... eitthvað
hellar main character minnum mig úr sinni seríu. Þú veist, þannig að... Jú, það ekki, hann var svona, allar gælurnar voru alltaf eitthvað reyna að tala við hann og eitthvað. Var hann ekki meira svona alltaf að reyna að tala við var hann ekki svona pínum mittstækgaur eða? Nei, maður það ekki. Ég veit ekki. Ég held að það var eitthvað svona, ég var svona, þessi gæi þegar hann kom. Já, en ég man svona ekki af hverju. Já, ég mani mitt að hann var svona, þú veist, fólk var svona kallan kannski svona smá sneaky, svona eins og Mitch kannski. Ég minnir það þannig. En hann labbaði inn með Gracie. Með Grace. Já. Svo galið að séu bara að koma aftur. Af því að þú veist, þú ert nýbúin að fara gegnum þetta. Og þú veist hverju er hann inni. Hvern langaði í þá? Og því þú þekkið þá örugglega, skilur. Og eins og eru flest búin að segja, öll búin að kissast á okkur í djammi og eitthvað svona, þú veist. Já. Hún er með Luka, sem er ekki passa eitthvað saman. Grace og Luka? Já. Nei. Þú veist, nei, held ekki. Hann er bara get boring, sorry. Hann er bara smá boring núna. Hvernig kemur fram í þáttunum, skilur. Það er bara ekkert mikið annað til að eitthvað tala sko. Grace er náttúrulega she's a bombshell. Ég held hún vilja bara eitthvað svona meiri main character. Já, hún vill bara Joey Essex. Ég tala það. Já. Þau eiga bara að vera saman. Hún vill bara fræga mannin, skilur. Hún vill bara the famous guy. Fótboltaspilara. Akkurat. Þú veist, bara verðum að segja þetta eins og þetta er. Þú veist, er Luka nóg fyrir hana? I don't know. Ég held að Lukas er líka bara svo ógeðslega jealous guy, hann myndi ekki meika að vera með henni. Ég held nefnilega, þú þarfst að vera hellu fyrir, þú þarfst að vera... Hún myndi ekki meika að vera með svona insecure man. Nei, þú þarfst að vera með... fiery. Já. Þú þarfst að vera mjög confident. Mjög. Sem ég elska. Já. Og hún á það skilið. Bara every woman should, sko. Harriet kom svo inn í kissing challenge. Þetta var bara rumored líka. Þetta var samt, þarna var ég svona, nú er þetta að byrja, nú er umfið, þú veist, geðveikt að senda hann inn í kissing challenge, geðveikt. Bara need to know hvaða ylvatn hún er með. Hvernig gat hún kist hann? Og hann var bara, ég veit þetta er Harriet. Kanski nýlega bara búin að vera alltaf að kissast, skilur við? Já, ég held að fattir það samt ekki, sko. Ekki? Ég veit ekki, en hann sagði líka að vera lyktinu eitthvað. Varafyllingana kannski, tennurnar einhvern veginn. Kannski fekk hann bara mega flashback og mjög líklega er hann að fara að koma inn, skilur við? Og lyktin. Já. Ég langar bara að vita hvað lyktunum er. Líka bara, ég held að hún sé mér svona takta. Já. Hún er svona einhvern veginn alltaf svona... Harriet strafta. Já. Og svo hvernig hún einhvern veginn. Ég veit það. We always have the same kiss. Já. Líður svona, þú myndir fara ekki hratt svona einhvern veginn. Veit ekki. Ég sem að leika þetta. Ég er sammálaður, sko. En þú veist, mér var þetta, ég var svona nice, þetta var svona eitthvað svona, þetta var drama, þetta var chaos. This is why we're watching it, guys, skilur. Þú veist, við getum ekki... That's the X we want. Já, við getum ekki setja þetta og vera eitthvað svona, það er svo lett að rífast, það er gaman í þessum þáttum. Það er bara sem að the tea. That's the tea. En ég fíla þetta, sko. En hann vissi strax, það væri Harriet og bara gave her a 10, þá var maður bara... He's in love with her. Og það, þú veist þetta er svona lúkkar smá núna og ég sé svo mikið að Harriet reyna ekki láta að lúkka þannig. Þú veist, að lúkka smá svona eins og þetta er bara verið einhvern veginn ákveðið þeirra á milli, bara ég kem síðan inn og we'll do this both for the fame, skilur ég veit ekki, hvað finnst þér? Ég veit það ekki. Myndirðu vilja að mannskeiðin bara að kissa einhver aðra og eitthvað þannig ef þið eru actually saman? Nei. Veit ekki. Ég held meira kannski að, að hann var aldrei búin að gefa nógu mikið effort inn í sambandi, en samt vildi hann hana en þau voru bara bæði busy bees og svo er hún bara ég ætla bara að koma hana inn bara to make him pay, eða en samt langar hann í hann, skilur þeim langar bæði hvort annað, en það var bara ekki búið að gerast og kannski er núna bara að fatta það sjálfur líka hún er kannski löngu búin að fatta það hann sendir þess að blóm í desember svona þú veist það ekki fyrir korteri skilur alveg bara hope we can be together þá hann vissi alveg að hann var fyrir All-Stars og svo fer hann í All-Stars skilur og hún er bara what the fuck kannski þess vegna vill hann ekki fara beint til hans eða hún má segja hann ég er líka að fara I don't know mér finnst það svo galið mér líka þú veist, akkur fara bara sleiku fullt af fólki sem eru vinninir eiginlega allir það er allt fólk sem hitta regla okkur events það er skrítið að það eru alveg tilfinningar að spili, skilur að gera það viljandi. En eins og Olivia Attwood sem er, þú veist, einn besta vinkona Ronny, eða þú veist þannig, maður hennar er einn besti vinnur Ronny. Hún bara best, og Olivia Attwood er úr seríu
3. Er hún 3? Já. Hún einmitt á sérinu sem ég hef ekki séð. Og og bara hella fræg náttúrulega í Bretlandi. Og hún postaði bara TikTok og hún bara, ég veit ekki hvað að gerast. Nei. Hún var bara eitthvað, hún var að tala hún og maðurinn og hefur talað þetta bara eitthvað, Harriet has something on him. Hann eitthvað dálitur á henni, skilur. Hún var bara, ég skil ekki hvað gangið þarna. Nei. En já. Hann bara svo hvolpur þegar hann labbaði inn, sko. Já, hann var bara, já. Og þú veist, Elma bara, þú veist, þau voru alveg krútleg saman. Ég sippaði þau, sko. Já, ég líka. Ég vonaði bara fari back to the roots. Elma og Ronny? Nei, ekki. Já, Harriet, já. Nei, ég þúli ekki Elma og Ronny saman. Og mér fannst þau skemmtileg. Svona þegar þau voru góð, þú veist, mér fannst ekki gaman að kastramað. En Mér finnst hún alltaf vera bara svo lítil insecure eitthvað og hann ekki, mér finnst að hann ekkert vera eitthvað að gera eitthvað mikið af sér, eða þú veist. Nei. Ég manna fyrst náttúrulega, en þau voru bara þekkjast í 2 klukkutíma. Já, það var astalegt. Mér finnst það svo nuts. Já, ég sammála. En svona þegar þau áttu skemmtilega moment, þá fannst mér momentið ekki að skemmtileg, skilur hvað ég meina. Ég er bara ekki fan af henni, to be honest. Já, ok. Þannig ég er bara tilbúin í Harriet, sko. Já, maður er alltaf tilbúin í Harriet, en ég er bara svona, ég vona þetta verði ekki, ég vona að Harriet og Ronny gerist ekki of hratt, þannig að maður sé ekki bara svona, já, þau eru bara saman, fattur þau, þú veist. En það er bara nákvæmlega eins og gerist við Tina og Scott bara India og send heim bara og og nú sjáu þau ekki. Nei, bara settum teppið bara bæ. Já. Og það er bara það er ekki talað um hana. Nei, og líka við sjáum þau ekkert, Scott og Tina, við sjáum engin samtölu eða neitt þannig. Nei, trú. Þau eru ekki fá neitt skrýntæð þannig að þau eru greinlega mjög boring. Greinlega, en það er það sem ég hræddum, ég vill ekki Harriet og Ronny verið strax bara okkur, við erum saman. Já. Og þá bara sjá ekki neitt meira af þeim. Ég vill aðeins meira svona, rú. Það kemur alltaf eitthvað drama með þau, held ég, sko. Já, þau eru þannig karakterar kannski. Montel kom líka. Ég man ekki eftir honum. Ekki heldur. Man ekki eftir honum. Já, nei. En, þetta var vandræðalegt recoupling. Hræðilegt. Guð minn góður. Mér var hann búin að vera allan tíman að tala miklu meira við Catherine. Hann var búin að því og hún var búin að lay it thick on him, sko, bara alveg bara við, ég, þú veist, allar kúra hjá mér og það var Cass búin að gefa miklu minn af sér. Já. En hún satt og það var leika, ég gett brosandi, ég gett að vera að tala Já, þetta var svo vond. Þetta er svo vond, ég vorkenndi því svo mikið, ég bara hættu. Garga, sko. Hvað var þetta? En kannski er hann þessi sem er komin inn bara fyrir Cass, skilur það. Fókum við brá. Hope so. Ok, farið inn í bíl. Það var eitthvað að banka hérna. Ok, er þetta ekki gefa mig hjartaáfall. En já, kannski Montel, bara sá sem er komin inn fyrir hana. Bara, ég er komin inn til að vera með þér, veist, fyrir Cass. Og Catherine hlýtur að vera frá að fá sinn mann. Já. Ekki? Það bara hlýtur að vera. Við spurðum aðeins ykkur, elsku Tebos, bestís. ætla aðeins að renna yfir það áður við ljúkum þessu. Hérna, bara, eru það fylgjast með Love Island All Stars? Það er alveg 70% þessu, já. Já, það er meira hluti. Já. Svo ef við lítum hrætt yfir, hver er carrying the season? Luca, svo er einhver. Ekinsu. Já. Já. Harriet. Cass. Ronny. Cass, samanlega því. Já, finnst low-key Luca. Það er, herri fólk. Gabby, Casey, Ekinsu og Luca. Luca, hvað margir segja Luca? Hvað er að fara fram í okkur? Ég veit ekki, við erum að fylgjast hans betur með. Ronny með sitt vesen, Ronny Ekinsu. Já, ég held að main character, þú veist, ég er sammála, þú veist. Það er mikið að main characters þarna. Já, og svo líka þetta er góð punktur. Low-key Ekinsu með þessum spjöllum sem hún á við alla. Hún er rosalega klók. Ég elska það. Já. Hún fer, og hún er bara að segja líka bara svona, hún var að segja eitthvað allt annað við hinamann, hún fer allt til nýju bombshellin og bara go step on toes, basically. Já, do what you gotta do. You're here to do, nei, sko. En hérna, já, ekki neggju, sko. En finnst þér sumir á TikTok og á X eru bara hvað hún er að leika, bara ég sé gegnum þetta er bara svo fake. Færð þú það væp með Ekin? Ekki heldur. Ég fæ það ekki. Ekki heldur. Ekinsu, Luke og Casey, Grace, Ekinsu, hún satt með smá stæla
Cass, ok, ég held í alveg eitt vinslastu svörin það sé Ekin-Su og Luca. Þau eru náttúrulega með eitthvað voða brotherly, sisterly relationship. Já, en fólk ekki að segja það saman, sko, bara þeim finnst bara þessi tvær personur vera að karja. Þau eru líka alltaf mikið samt saman eitthvað. Já, þau náttúrulega eru sömu seríu, Gemma og ekki morali vinkonur líka. Luca og ekki nú sömu seríu? Já, með Gemma Owens og öllum þeim. Nei, það? Já. Luca og ekki nálega, já. Voru þið úr sömu seríu? Já. What? Er ég að ljúga? Nei, ég man ekki eftir því. Ég man eftir því að... Það er Luca-serían sem miklu nýrri heldur en Ekin-Su-serían. Nei. Það er bara season 8, já. Favorite couple. Skrolla yfir eitthvað. Favorite Islanders. Já. Það er kannski meirst svona líka hver að kerja þetta. Já, nei, það þarf ekki að vera. Nei, Grace er eiginlega vinslast að svara þetta. Elskar allir Grace. Elskar allir Grace, sko. Mikið Curtis líka. Já, mjög mikið Ekin líka. Og þú veist, það eru allir nefndir einhvern tímann, sko. Já. Við erum að reyna að sjá í fljótu bragði hver er mest nefndur. Já, algjörlega. Og Curtis líka. Nema Scott er aldrei nefndur hérna. Ekki. Nei, ekki Tina, kannski. Nei. Ekki Catherine, ekki Nas. Jú, hérna, Scott, Nas, Grace, Harriet og Catherine. Ok. Það kom eitt með það. Bara, ok. En já, maður sér ekki hérna... En hitt er mjög algengara. Svo er favorite couple right now, ekki Curtis er mjög vinsælt. Luca og Grace. Já, Indy og Scott er eitthvað sem er ekki kannski up to date. Já. Finnst engi verið nógu sterkar neista. Ekin og Luca, nei, þetta er Grace og Luca. Það er mjög mikið Grace og Luca. Og Curtis og Ekin. Þetta er svona vinsælasta. Já. Það er svona, já. Ég mér fannst þarna líka með þetta Kissing Challenge rivaldi hjá Curtis og Ekin-Su. Mér fannst alveg fyndi hvernig þau höndluðu það. Já. Alveg, þú veist, þau eru bæði þykist að vera orðin svo þroskuð og eitthvað, en voru svona bæði ekki að petty, en voru svona gera ekki að þroskað, eitthvað. Maður svona, guys, just fight. Maður sé líka bara sem sé að reyna ekki að hlæja. Já, það er málið, bara ekki maður bara. Hún er svona reynabútið drama. Já. En hún er samt ekkert pyrrhaldi yfir því. Nei, þú veist, já. Þetta var ógeðslega fyndið. Allavega, það er búið að vera ógeðslega gaman að horfa á þessu þætti. Ég fæ mér alltaf Coke 00. Já, þetta er kvöldin. Þetta kemur ekki fyrir 10, eða þú veist, við náum ekki að horfa fyrir 10, sko. Ég veit það, þannig að þetta kemur seint. Þannig að þá er það 00, bara full komið inn í þetta með þessu. Og líka þegar vorum að ræða að janúar er senn á enda. Það er þetta last minute til að fá veganur á Serrano. Hann ekki, ef það er ekki búin að smakka hann eitthvað, hann er vegan, skilur enga máli, smakka hann. Já, smakka hann, please. Þannig að það má ekki missa því, sko. Ég mitt. En nú þurfum við bara að fara að rúlla heim á bílunum okkar, sem við erum með frá Gólegu. Mjög þægilegt að vera með svona góðan bíl í þessu snjó, sko. Já. Ég er mjög þakklátt. Mjög þakklátt. Bara á góðan dekkjum og svona. Einmitt, fórum bara leðurskiptum vetradekk bara á okkur fyrst 5 mínútum þegar við gerum það á þeim tíma og þurftum ekki að borga og þurftum ekki að gera neitt. Nei, mjög næs. Við erum bara með hann í vetralegu. Þannig að við mælum með að fara að kíkja inn á Gólegu. Já. Annars sjáumst við bara í febrúar. Er það ekki? In the love season. Season of love. Bara love you guys og sjáumst næstu viku.